Jackson 5 að syngja lagið I Saw Mommy Kissing Santa Claus. Það er mánudagur og eins og alla aðra mánudag situr hann beint á móti mér þetta hann Björn Bragi og ég ætla bara að byrja á því að bjóða velkominn. Takk fyrir það. Hvernig ertu eftir helgina? Herri, ég er rosalega góður. Er það ekki? Jú, mjög. Áttu góða helgi? Mjög góða helgi. Það er gott að heyra. Æðislega helgi. Ég vill þig vel. Það er ekki? Jú. Og sömuleiðis. Hvað gerður þessa helgina? Ég var svolítið bara í letu helgina. Ok, kósi helgi hér. Já, ég var horfði svolítið mikið á fótbolta helgina. Já, það fór nú reyndar illa fyrir þínu liði í gær. Já, heldur betur. Fyrir þá sem ekki vita, þá heldur Björn Bragi með Tottenham og þeir voru 1-0 yfir á 90. mínútu í gær. Já, fengur svo 2 mörk beint í andlitið. Já, viðbjöð, þetta var svona eins og bara Manchester United Bayern München á sínum tíma. Já, þetta er náttúrulega eða Manchester City QPR, eða þú vilt líka svo við. Nei, ég vil ekki ræða fannleik. Ég er að tala um Manchester. Já, þetta var, ég er samt sko, ég er að reyna að þroskast sem fótboltaáhugamaður og svona, ég er að reyna að verða ekki brjálaður. Hefur þið verið óþroskari gegnum tíðina? Já, ég hef verið mjög reyður, mjög brjálaður. Það er ég líka. Orðið mitt er skammar oftar en einu sinni. Það er að því að við erum það sameiginlegt að við erum báðir tapsárir. Já, mjög svo. Og við erum tapsárir fyrir hönd okkar liða, þú veist. Já, þetta er bara, þú veist, ég hugsaði til dæmis í gær og ég er ekki að grínast þegar ég var að keyra heim af úrillu gorulunni. Já. Þá var ég svona velta fyrir mig hvort ég væri orðin 32 ára eða ekki. Að þú varst svo hamingjusamur. Já, bara hvernig ég hagaði með þegar Percy skoraði. Ég stökk hann allan staðinn og hoppaði, ég bara var í fangin á demönnum og þetta var bara... Já, einmitt. Ég held að það ekki rosalega margir sem hagaði sér svona á þessum aldri. Nei, það er bleið skemmtilegt hvað fótboltinn gerir, sko, maður verður besti vinur þeirra sem að halda með sama liði þó maður þekkið þá ekki neitt. Já, maður hoppa bara í fangið á þeim. Já, maður kynntist þessu mitt, sko, að fara á White Hart Lane, sko, þú veist, og þar er maður bara komin með einhverjum bretum sem maður myndir, sko, ekki vilja vera í, sko, kílómetra nálægð við, sko, þú veist, undir venjulegum kringumstæður. Þú ert bara heldur utanum og þeir eru bestu vinniðinni, sko. Já, ég faðmaði með einn annan sköllóttan stuðning sem að Manchester United þegar ég fór á United Tottenham þegar Kagawa þarna, þegar við minnkuðum strax í 3-2. Já, núna í haust, já, akkurat. Þá bara, veist, var allt vitlaust á vellinum og maður bara faðmaði næsta mann. Það er samt eitthvað fallegt við það, sko. Já. En þetta var líka... Brotherly love. Já, þetta var í gær einhvern veginn. Þegar City jafnaði 2-2, þá var ég alveg pottþéttur á að City myndi vinna leikinn. Var orðið svo svartsýnn og pirraður í hausnum og bara leið illa. Þess vegna var þetta svo ekstra fallegt. Já, þetta var, ég get ímyndað mér að þetta hefur verið skemmtilegt fyrir þig. En ég held að séu flesti stuðningsmenn bara á Íslandi voðalega sáttir eftir helgina. Liverpool kom tilbaka og unnu West Ham 3-2. Arsenal vann 2-0, fínan sigur. Já. Það er eiginlega bara stuðningsmenn Tottenham. Og City. Já, hvað er það? Gulli markmaður og einhver einn enn. Já, það er ekki svona 2-3 viðbót. Það er ekkert allt og margir City stuðningsmenn á Íslandi. Það eru fleiri Tottenham-menn. Já, mun fleiri. Ég þekki nokkra Tottenham stuðningsmenn. Óli Game TV og þú og fleiri. Fjalar Þorgeirs og Þorgeir Ástvalds. Sem er samt ekki pappans. Ég sagði Fjalar Þorgeirs, markmaður og Þorgeir Ástvalds, en þeir eru samt ekki feðgar. Já, Þorgeir Ástvalds hérna í Ísland, eða á bylginni. Og Bogi Ágússon. Já, þetta eru eðalmenn. Þetta er nefnilega að þú sér það að sko, við erum kannski ekki að margir og stuðningsmenn annarra liða. Nei. En þetta er allt mjög góðir menn. Já. Stuðningsmenn Tottenham eiga það sameiginlegt að við erum allir þetta er sko mjög velmannaður hópur. Þetta er fámennt en góðmennt. Mjög góðmennt. Við erum með flottan þáttandi ykkur í dag. Áfram Tottenham. Hlustendur, já, einmitt. Við ætlum að fara hér í barnalandið eftir sturlaða staðarindir. Jólalagakeppnin okkar heldur áfram, en það má ekki velja sama jólalag síðast. Nei, þurfum við ekki að koma með eitthvað svona svolítið frumlegt núna? Já, ég er búinn að ákveða hvað lag ég er með. Og það er mjög gott. Okay. Ég vann þið síðast með Ef ég nenni. Verður það að vera íslenskt? Nei, það verður náttúrulega ekki að vera íslenskt. Ok, má ég giska hvað lag þú ert með? Á sleða, á jólum. Nei, ég er ekki með það. Á sleða, á jólum. Ég lofar, ég er ekki með það. Okay. Og svo ætlum við ég ætla að ringja í Steinda eftir. Ég ætla að plugga til DFT-disnum hans, hann hefur að koma út. Já. Og í staðinn ætla ég að fá stjórnunum. Mér er alveg saman hvort hann vill það ekki. Við ringjum bara í henni beinn á eftir. Ég ætla að gera það bara alla vikuna. Hann líka fílar að láta stjórna sér. Kærist hann hefur sagt mér það. Já, en hún veist ekki bara í... Hún veist ekki af gaman eins og ég er að því. Hann var skelfilegur í því síðast og vonandi verður hann skárri í dag. Þannig eins og þið heyrið, kæru hlustendur. Það er bara allt að gerast hérna í okkar strákun. Fínasti mánudagur í okkur. Já. Þetta eru Mumford & Sons hér með I Will Wait. Á þessum mánudegi, 10. desember, styttist í jólin. Og sveimi þá maður ekki bara þetta í smá jólaskap. Ég er heldur betur komin í jólaskap. Já, ég er með þess að búin að skreita hans heima á mér. Og hvað skreita hans í gerð? Hvernig skreitir þú? Eða þú veist hvað skreitir? Já, ég vil ekki vera að segja frá því, þetta er svo auðmíkjalegt sko. Jú, hvað er maður? Ég er með svona jólasvein sem að ég kveiki á.
Heitir hann Jóla Auðun? Akkurat, við skýrðum það og svo þetta er vandræðilega lítið en skárinn ekkert. Ég nefndi ekki að setja upp jólaserju í gluggan, þú veist hvernig... Hefur eitthvað verið með jólatré síðan að, þú veist... Já, ég er með svona gerfið tré bara. Hversu stórt er það? Það er ekkert svo stórt, svona frekar lítið. En þú, ertu með tréða? Nei, ekki ennþá. Verður að vera með jólatré. Það er náttúrulega ekki það langt síðan að ég flutta heimann, sko, það eru svona 3-4 ár, sko. Já, þú ert náttúrulega ekki um að 13 ára, ég gleymi því stundum. Ég er 17, hætti þessu. Hvað ertu gamall, 28 ára? Já. Þannig að, hérna... Varstu fluttur að heimann 26 ára eða eitthvað? Nei, ég var, sko, ég byrjaði að flytja, sko, ég náttúrulega, af því ég var bara eldri systur, sko, sem fluttu út snemma, skilur við. Þannig að ég var ein byrni í stóru húsi, skilur við. Þannig að það var svona lítil press á mig að fara heimann, sko. En þú veist, ég var hvað, 24, eitthvað leys. Já, ok. Er það ekki frekar normal? 24, jú, sem það. Ég veit svona ekki. Í þessar aðstöðu líka. Ef ég ætti 7 yngri systkini, skilur, þá hefur verið meiri press á mig að fara heimann, sko. Og losa herbergi og svona. Já, bara líka að ég hefur verið svolítið þreyttur að þeim, sko. Ég var byrjað að búa 1.18 ára. Þú líka, náttúrulega, ert eitthvað, þú veist, svona íslenski draumurinn eitthvað. Já, því líka draumur, einn á Sauðárkróki. Nei, ég er að segja, fluttur í borgina, ætlar að meika það, eitthvað svona. Nei, áreindar flutt ég aftur til mömmu, ég veit ekki ná, var ég á hann aftur í 1 ár. Þegar ég sko, ímynda með þig á þessum árum, þá sé ég svona Madonnu í Madonnu-myndinni, svona býröxtar ein í borginni, svona eitthvað. Svona að reyna að meika það. Já, svona sveitastelpan og verið að spilla henni, eitthvað svona. Já, en ertu til í slúður eða? Já, ég til í slúður. Já, ég ætla að byrja slúðurpakkan hér á Ríhönnu og Chris Brown, ekki fyrsta sinn sem við fjöllum þau hér í þessum þætti, en það er allt vitlaust núna eftir að Chris Brown sást með einhverjum stúlkum í París þar sem hann var að halda tónleika og þær myndir rötuð inn á Twitterinn og hún var ekkert allt og sátt með það og hún Rihanna, þau eru vist byrjuð aftur saman. Já, og hún kann að velja þá. Já, hún setti mynda sér, þetta er samt svo steikt sko að þú hugsaður út í það, hún setti mynda sér, svona svartkvíta mynda sér inn á Twitterinn og já, sagðist vera mjög sad og var að éta mikið af hérna skyndibita, svona að þérna leið illa. Já. En það er eitthvað sem þú gerir, Bjössi, þegar þú ert í... Það er að fylla í tómið í hjarta mínu. Já, farið þá bara makk eða eitthvað? Ég einmitt ekki, sko, ef maður ekki... Eða svona, þú veist, ef mér líður eitthvað illa með sjálf mig þá, þú veist, vil maður þá ekki bara fara að hreyfa sig og eitthvað svona, þú veist, við að fá útrás og eitthvað. Góður punktur, Bjössi, góður punktur. Takk, náttúrulega þetta samband þeirra þarna hjá frænkuðinni Ríhönnu og frænda mínum Chris Brown. Steikt, sko. Þetta er bara út í hött, það er það einu sem þetta er. Það getur ekki endað vel. Ég fordæmi þetta og ég fordæmi þennan mann. Og nú tala ég sem fullorðið maður, þetta getur ekki endað vel. Hlustið á mig, krakkar. Þessi maður aumingi. Það er hann. Já. Það er bara staðfest. Hann er bara búinn fyrir mér. Já, mér líka langt síðan. Herru, það er meira slúður og nú ætla ég að fjalla hérna Harry Styles sem er einmitt í hljómsveitinni One Direction. Já, ég vissi það. Hann er að hitta núna hana Taylor Swift sem er nú... Hún er nú bara með öðrum hverju manni. Já, hún er nú samt einn vinsælasta sönguna heims í dag og er með þetta á 100 milljónir punda. Þess ef einhver vill kaupa hana þá eða? Já, eins og leikmann. Hún á það mikinn pening. Ok. Og henni gengur allt í hæginn. En nú hafa, já, sko... meðlimir One Direction miklar áhyggjur Harry Styles og það er strax byrjað að branda Yoko Ono. Já, yes. Það er dettur alltaf inn hjá allir hljómsveitum og það er verið að spá núna hvort að Taylor Swift verði Yoko Ono One Direction því að hann fór víst ekki með þeim daginn til New York heldur hoppaði upp í engaþotuna hennar Taylor Swift og flaug til hennar og þeir voru veist ekkert allt svo sáttir með það strákarnir og nú er aðdáendur One Direction byrjar að hafa miklar áhyggjur af þessu og byrjar að senda eitthvað svona hate mail á þetta er ekki læg. Mér finnst akkurat One Direction vera svona Beatlarnir dagsins dag. Þetta er svona Beatlarnir okkar tíma. Það er bara þannig. Og svo er það loka slúrið þar af henni Lindsay Lohan greinu. Þetta er alltaf sama sagan þegar ég fjallum hana. Það er ekkert... Ég er ekki með góða fréttir, hún hefur ekki efna á leigunni sinni lengur og já, það er vist ekkert langt í það að henni verði hent út úr íbúðinni sem hún að leigja. Leigan er nú reyndar hvorki meira enn minna en $8.000 á mánuði. Hvað er það? 130.000 sinnum 8? Að segja hvað það er? Já, ég lögum okkur til skamma. Þetta er 1 milljón eða ekki? Kringum 1 milljón. Já. Ég lögum okkur til skammar hérna á föstudaginn en ég ætla ekki að reikna aftur. Það er ekki sagt hvað þetta er. Þetta er 1.040.000. Já, ég sagði rétt 1 milljón, ég gæti nú ekki verið mikið nærði. Nei, þetta var flott. Ég er að bjarga mér hérna í starffræðinni og já, hún þarf víst að yfirgefa íbúðin ef hún fyrir ekki að þéna eitthvað pening en hún er bara ekki að fá neinn verkefni greið, svona er þetta. Hvenær eigum við að gera lagið Lindsay Lohan er komin að kveða burt snjóinn? Já, það er, og bara hérna, allur ágóður rennur til hennar.
Já. Ekki veitir af. Það var slúðurpakki dagsins. Þetta frægur fólki til að syngja. Já, bara Steinda Junior og fleiri. Jóladagatal FM 957. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 4 sinnum á dag. Opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa vinninga. Vinningar eru glæsileg Casio, Fossil, Diesel og Adidas armbandsúr frá Rótium Kringlunni. Gjafabréf frá Herra Hafnarfirði og Herra Kópavogi. Gjafabréf frá Adam og Evu. Tölvuleikir frá geimstöðinni Kringlunni og LG snjallsíma úr L-línunni. Allir vinningshafar fá einnig kippu af Egils Malt og appelsíni og pippmóla frá Nóa Sirius. Skráðu þig strax á heimasíðu FM 957, hlustaðu eftir orði dagsins á FM og við gætum hringt í þig. FM 957. Gleðileg jól! Bók vikunar á FM 957 er Ripley's stuðandi staðreyndir. Ripley's 2013 er 7. bókin í þessum vinsæla bókaflokki. Lesiðu manninn sem að nagar bráðið blý, kött sem spáir fyrir andlát, sjálfsalan sem býður upp á lifandi krabba og margt fleira í hinni ótrúlegu veröld Ripley's. Fylgstu með á FM 957 og þú getur nættri eintak af Ripley's stuðandi staðreyndir. Jólin að koma, jólunum gaman, jólin hátíð, smattir eiga saman. Veglegur jólapakki fylgir völdum snjallsímum hjá Vodafone. Tónlist, plata til niðurhals, gagnamagn og snjalltækjanámskeið. Þín ánægja okkar markmið. Vodafone. Ho, ho, ho! Það eru tvöföld jól á N1. Tvöfaldir punktar af öllu eldsneyti í desember. Hver jólasveit dregur út 20.000 N1 punkta inneign handa heppnum viðskiptavinum og jólatilboð í gangi á þjónustustöðum N1. N1. Meiri jól í leiðinni. Karlmannleg fegurð og kvenlegur styrkur. Barbúrjakkar í jólapakkana, Geysir, Skólavörðustíg, Akureyri og Haukadal. Í jólapakkan, fótboltar, handboltar, körfuboltar. Verð frá 1990 krónum. Úrvalið er í útilíf. FM 95 blöð. Á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. What are we to do? Sýtum hér ég, Auðun Blöndal og strákurinn sem allir aðrir kallmenn vilja vera og stelpur vilja vera með, Björn Bragi. Hættu þessu. Og ætlum að sitja hér til 6 í dag. Hvorki meira en minna, það styttist hér í sturlaða staðreyndir og stjórnun og fleira. Stjórnun? Já, Steindar. Já, ég ætla að hringja bara hjá eftir á stjórnun og ég ætla að plugga Disney í staðinn. Mér finnst það bara fair að hann gera eitthvað fyrir mig í staðinn. Ég er sammála þér. Það ekki? Jó. Ég ætla að spyrja þig, Bjössi. Nú ert þú fæddur og uppalinn í Árbænum, eða ekki? Jú. Og bjóst þar allt þitt líf? Allt mitt líf til 24 ára aldurs. Ok, þegar ég var að sjá hérna könnun sem að myndi mig svolítið á Sauðárkrók og ég ætla að spyrja þig bara hvernig þetta var í Árbænum. Ok. Samkvæmt þessari könnun að það sem að stelpur á aldrinum 13 til 16 ára heitlast mest að í fari karlmanna. Ok, það er sem þeir heitlast mest af. Já, okay. Samkvæmt þessari könnun. Þetta er ekki sturlu staðreynd en þetta er bara könnun. Það er að þeir eigi bíl. Já. Mér finnst þetta fullgróft að fara í 13 ára þar. Þú veist hvað er einhver 13 ára stelpa þá með 17 ára gaur eða? Það gerist alveg. Nei, alveg. Já, gerist alveg. Viðbjóður. Já. Ég er ekkert að segja þessi gott, en það er alveg til í dæminu. Er það? Þegar þú var 17, varstu það með ykkur sem 13 ára? Nei. Nei, ok. Þú veist, ég held að það sé sjálfgæft, en ég meina, maður er alveg heyrt hana eins. Já, ég meina, ok, 4 ár er ekki mikill munur ef hann er 24 og hún 20, sko. Þó ég hef sagt 17, þá er þetta hálf ógæslegt. Þó ég hef sagt að það gerðist alveg, þá var ég ekkert að segja að það væri gott að það væri að gerast, eða eitthvað leggja eitthvað blessun yfir þetta. Er þetta ekki svolítið með á móti þetta? Nei, ok. Ég held henni bara að fatta, mér finnst það þú sagðir, er einhver sem að blá? Og ég sagði, já, ég menna, það kemur alveg fyrir. Og þú eitthvað, ert að segja það sé í lagi? Nei, ég veit ekki hvernig þetta er í Árbænum, en þú hefur verið dæmdur fyrir þetta á Sauðárkróki. En allavega, þá er þetta frá 13 til 16 ára, að heitlast mest af bíl. Og þetta myndi mig svolítið á Sauðárkrók, því að ég man alveg þegar ég var 14 og 15 ára og 16 ára, þá var ég svona bitur yfir því að alla sætustu stelpurnar voru alltaf rúndunum með strákurinn sem voru með bílpróf. Já. Það voru svona menn sem voru á sjó eða voru búin að safna sér pening og eitthvað sem áttu eitthvað svona flotta bíla og blöð þarna illa svikinn, sko. Blöð í 9. bekk og allar bekkisistna með einhverjum sjómunum. Það var þannig, bara á rúndinu með þeim.
Og svo, þú veist, var kannski Árni Þórótti sem 2 árum eldri en ég. Hann var svona eini vinurinn sem var komið með bílpróf þessum tíma. Já. Og við vorum alveg 8 vinnindar, við þurftum að þjappa okkur alveg 5 og skiptast á að vera með á rúndunum. Það var ekki töff, sko. Já. Þannig að þetta var ekki nógu gott, sko. En var þetta líka í árbænum? Voru stelpur sem þú varst skotnar í? Voru þær á rúndunum með einhverjum strákum sem voru eldri, eða? Ég held að það hafi verið minna svona atriði, sko, þetta bíladæmi. Ég held líka, sko, í borginni, þú veist, þar eru, sko, þar svona, þú þarft ekki eins mikið að því halda yfir á bíl. En ég til dæmis ég var oft að hanga með frænda mínum sem frá Selfossi. Fór svona, hitti hann og var jafnvel kannski hjá honum yfir helgið eitthvað svona þegar ég var svona í 10. bekk. Þar voru svona rosa bílamenning, sko, menn alltaf að rúnda og fara úr einu bíl í annan og eitthvað svona keyrum. Já, eins og krók. En við gæti ímyndað mér að þetta sé svona svolítið landsbyggðardæmi, sko. Þetta sé tengt landsbyggðinni. En ég man samt eftir því, sko, sjálfur þegar ég fekk bílpróf, þá langaði mig gett að kaupa mér eitthvað svona gett flottan bíl og ég var svona eitthvað að svona gera einhverja áætlun hvernig ég geti hérna. Það er munun á mér og þér, þið langaði, ég gerði. I'm a doer. Já, og hvort var síðan betra eftir á að hyggja. Það skiptir ekki máli, ég bara... Ammaðinn ennþá að borga einhverjum hérna... Það verið að bera ömmu út. Já, það verið að bera ömmu út bara í dag út af einhverjum Hyundai Coupe sem hún keftir. Já, þetta var skelvileg ákvörður, ég er búinn að ræða hana svo ofta, ég ætla ekki út í hana einu sinni enn, sko, en... Já, ég sann, sko, mér langaði að gera þetta, en ég gerði þetta ekki. Nei, en það voru líka allir í fjölskyldunum minni að biðja mig að gera þetta ekki, sko. Ég bara hlustaði ekki. Og þú ólst bara í ömmu bara, af því að mamma og systurinar voru bara, heyrðu, ekkert að kaupa þennan ógeðslega bíl. Amma skrifaði undir. Amma en bara eitthvað, hvað, ég skrifa fyrir því, já, vinnu minn. Já, en svo reyndar að það var eina leiðilega við Hyundai Coupe á sínum tíma. Það var þegar amma var að fá eitthvað svona bréf, sko. Bara skulda 3 mánuði og amma hringi mötið minn, gengur ekki alltaf. Þá var ég bara 1 fyrir norðan, sko. Mamma og pappi flutti sig ykkur í lagi suður, sko. Mötið minn, gengur ekki alltaf í lagi þetta hefur fyrir norðan. Jú, allt í besta, hvað akkur? Ég var að fá eitthvað bréf hérna og skulda 3 mánuði á bílnum. Og ég alltaf bara, þurfti að græja það. Það er bara allt í kjafti, amma. Já, satt bara með sígaretun og landa þeir, maður. Nei, ég passaði það nú, þetta myndi nú ekki falla á hana. Ég kláraði lánið, það er ekkert allir sem gera það. Þú skrifaðir víxil á ömmu þína. Þú ert skíthæll. Nei, ég kláraði lán. Ég borgaði 5 ára lán. Skilur við, af því að þetta var amma mín, ég var ekkert að fara að láta þetta falla á hana, ekki séns, og ég gæti ekki selt hann. En þú ert búinn að selja hann í dag? Sko, það er eitthvað gæði sem á bílinn í dag, ekki? Jú, og ekki nóg með hann eigi bílinn, hann með hann, sko, ég held hann sé í Póllandi, það var eitthvað sem flutta hann úr landi. Hver gerir það? Kostar ekki slatt að flytja bíl úr landi það? Hvað bull er það? Ég get ekki ímyndað mér að þetta sé mjög verðmætur bíl. Nei, sko, ég fekk 200 fyrir hann þegar ég mista hann, þegar ég seldi hann. Fyrir mista hann? Já, ég meina, þetta var ömurlegt moment í mínu lífi, við vorum búin að vera saman í 5 ár. Já. Bara djúpt og gott samband og við mista hann hana og fæði 200 fyrir hann. En einhvern tímann sagði mér, sko, þú varst á þessum bíl þegar þú varst byrjaðar að hérna, gera Pop-TV þættina. Já, í 70 mínútum. Við reyndum að selja hann í 70 mínútum. Það var mjög gaman. En þú, sko, og Sveppi var ekkert alltaf hrifinn að ég vera að rúnda á þessum bíl í tökur og svona, var ekki? Nei, hann skammaði sín alltaf fyrir í honum. Hann vildi aldrei vera. Ég mun aldrei gleyma að við vorum á rauðu ljósi í Ártúnsbrekkunni og það rann eitthvað bíll svona við hliðina á okkur á rauðu ljósi og Sveppi leit eitthvað svolítið til hægri, ekkert eitthvað hægt en honum fannst það. Og það var svolítið eitthvað fólk sem var að horfa inn í bílinn á okkur og Sveppi bara fuck maður, ég leit á þessu halda mér finnst þetta töff og byrjaði svona að síga ég bara, hvað er að skammast þig fyrir að vera í bílnum? Já, þannig að hún leið alltaf illa í bílnum. Já. En þetta var allavega svona á Sauðárkróki. Þá voru stelpunnar að rúnda með, strákun sem voru með bílpróf og við hinnir sem vorum bara stundar fótbolta og körubolta vorum brjálaðir. Já. En voru svo ekki skömminni skárið sjálfur þegar að því kom. Gaman þetta var ekki svona í Árbænum. Talandi um Sauðárkrók, þessi drengur er þaðan. Hann átti ekki Hyundai Coupe á sínum tíma en hann átti rauða Möstu sem var eins og ljótasta sem ég sé. Og svona, hvernig segir maður, það var eins og liturinn var svona detta af henni. Já. Það var ekki flott. En það var kraftur í henni. Þetta er Sverrir Bergmann. Það er með flotta rödd samt. Já, trúðu mér. Ég er ekki með þessa rödd, þess nörst ég að kaupa með Hyundai Coupe. Þetta er eitthvað besta föstudagslægi hans Svessa. Sveimið þá. Dream On hér. Aerosmith slagari upprunnilega. Já. Og ekki síður það þarna. Ertu Aerosmith aðdáandi? Já, ég var það. Varstu ekki lengur? Já, þú veist, ég hlusta ekkert á það mikið lengur, sko, en mér líkar alveg vel þá. Ég væri virkilega til að fara á Aerosmith tónleika. Ég held að það getur ógeðslega gaman. Já. Steven Tyler er alveg með þetta. Þó þeir séu orðnir 70. Nei, þeir eru náttúrulega ekki 70. 60.
Já, hvað, svona 10 árum yngri en Rolling Stones, cirka? Ég held að það sé 10 árum yngri en ég. Nei, ekki alveg svo. Sveppi fór á Rolling Stones en daginn, það hefði verið stórkostlegt, sko. Já, ég fór á Rolling Stones. Já, samt eru þeir, náttúrulega verða 70 ára eða eitthvað, sko. En ekki það, ég held að það hefði verið skemmtilega að fara á Aerosmith og Rolling Stones fyrir 30 árum. Já, klárt. En ég ætla að segja ykkur hér frá smá könnun, það er endalist kannanir sem að detta hérna á FM preppi. Já. Og já, samkvæmt þessu, þá vilja úlingar ekki vera með foreldra sín á Facebook. Nei. Og það er orðið svona, já, sumir foreldrar verða mjög sárir þegar að, já, krakkarnir eða úlingarnir vilja ekki vera með þau sem vini á Facebook og þetta er aðalega á aldrinu 13 til 17. Já, einmitt. Sem að, já, og ég er eiginlega ekkert hiss á því. Nei, þau eru eitthvað að perrast á Facebook og vil ekki að mamma og pabbi sjóni í öllu. Ég er kannski ekkert endilega að perrast, en það er að detta í myndi, kannski úr einhverju partíi eða eitthvað. Jú. Ég var ekki mikið að perrast á aldrinu 13 til 17. Víst? Nei. Þú varst grimmur? Grimmur perri? Já. Nei, ég hef aldrei verið neitt perri, eða. Svona 15-16 ára? Já, jú, vissulega. Maður eru eitthvað. Kannski ekki 13? Nei, 13 ára þetta, og þetta er að byrja þá. 13 til 17, á, það er... En svo eru sko 50% sem að vilja eftir, já, þegar fólk er orðið 30 ára og eldra, þá vil annar hver vera með foreldra svona á Facebook. Annar hver? Já, mér finnst það svolítið lítið. Ég bara er búinn að pressa svo mikið á mömmu að koma á Facebook. Já, ég bæði með mömmu og pappa. Já. Mamma líka, mér finnst það að stríðin á Facebook, þannig að mér finnst bara fínt að vera með foreldra minn á Facebook. Já, þau eru, mamma mín og pappi eru hvort á Facebook. Mamma reyndar stopnaði einhvern Facebook aðgang, sko, en hún þorði ekki lengra, sko. Eru foreldra henni ennþá saman? Já. Vá, það er einhvern veginn allt sem gengur hjá þér. Þess vegna þurfa þau ekki að vera á Facebook. Þau eru ennþá gift og hafa ekkert með Facebook að gera. Já, við ætlum að fara hér í Örstöld Skilabóð, svo er það sturlaða staðreyndir. Jólasveinaleikur FM 957 og Jólagull. Er þú jólasveinin í þínum vinahóp? Nú gefst þér tækifæri til að bregða þér í hlutverk jólasveinsins. Farðu núna inn á heimasíðu FM 957 og skráðu vin þinn eða vinkonu. Ef við hringum síðan í þann sem þú skráðir, verður viðkomandi að segja hvaða jólasveinn það var sem skráði viðkomandi í leikinn. Þátttakendur fá 3 tilraunir til að giska og ef hann eða hún giskar rétt, fær sá hinn sami kassa af Jólagull. Skráðu þig og vin þinn eða vinkonu strax á heimasíðu FM 957 og hver veit nema þú getur glatt vin þinn eða vinkonu því það er svo gaman að gleðja aðra. FM 957 og Jólagull. Í giltum jólafíling. Hver vill ekki gleðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eistins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Vi pratar inte franska som en juleman. Booking.com, Grensásvegi. Jólahádegistónleikar Fabrikunar á morgun. Jet Black Joe flytur lög af nýútkominni 20 ára ferilsplötu sveitarinnar. Higher and Higher 92 til 2012. Jet Black Joe, Fabrikan á morgun. Bókaðu borð í síma 575755 eða á fabrikan@fabrikan.is. Hamborgara Fabrikan. Vertu velkominn. Sýnalkó. Sólin sem mildar veturinn. Sýnalkó. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Það er sönguna Pink með Who Knew hér í FM 95 Blö. Og það er komið að, já, daglegum dagskrárlið sem að heitir Sturlaða staðreyndir. Ó, já. Jep. Ertu tilbúinn? Já. Ok, hvað er stellingar? Ok, byrju. Það er svona laga bakið. Já, bara þannig að þú veist hvað er vel fyrir. Þú mátti jafnvel sparka upp löpum og hafa það gósi. Ok, byrju. Mér er mjög vel fyrir núna. Já, ég sé það. Það er mjög vel svona. Ertu tilbúinn? Ég gæti sofnað samt. Nei. Það eru ekki nógu sturlaðar. Það eru mjög sturlaðar og góðar. Þú ert ekkert að fara að sofna við þessu. Ok. Í Kína framleiðir meira en helmingin af öllum kynlífsdúkum í heiminum og notar yfir 70% af þeim. Þetta hefur komið áður hérna. Okay. En mér finnst þetta áhugavert. Já, ég meina þetta er fjölmennt land, þannig að þeir þurfa svolítið að kynlífsdúkum. Já, en 70% af öllum kynlífsdúkum heims er samt rosalega há tala. Mér finnst líka svolítið mikið að þeir noti helmingina þeim. Já, þeir framleiða helmingina þeim, en nota 70% þeim. Já, ok, það er ennþá hærri tala. Áttu kynlífsdúku? Nei.
En ef þú verður á lausu, myndur skammast þín eða þú ættir það? Eða finnst þér þetta svona eitthvað til að skammast þínu fyrir eða þú átt kynlífsstúku? Ég hef aldrei verið mikið fyrir að skammast mín og það hefur oft verið talið vandamál í mínu fari. En ég sé ekki alveg fram á, sko, ég get ekki ímyndað mér að það sé gaman að nota hana í alvöru. Þú veist, kannski þetta fyndið í einhverju gríni? Já, það rosalega margir sem kaupa sér svona, þetta rándýrt, sko. Ég held að alvöru kynlífsstúka í dag kosta alveg 30-50.000 eða örugglega meira. En hægri höndin ókeypis. Já, ég reyndar, en þú veist, þetta greinilega að gera eitthvað fyrir einhverja. Ég myndi alveg viðurkenna hérna, en ég hef aldrei prófað þetta. Já, ég ætla ekki að fordæma þá sem að þessu, en ég hef ekki prófað þetta heldur. Mér finnst það líka bara svo ljótar. Ég ekki spenntur fyrir þessu. Mér finnst þetta bara svona önd, með svona munnin, það gerir ekkert fyrir mig. Nei. En fyrst mér í þessu, bara haldið áfram. Haldið ótröð áfram. Já, það eru þið og kynverar sem eru greið mér sem. Herru, það næsta. Þú sem heitir rasisti. Nei, ég var bara að lesa hérna upp að kynverar eru mest með þetta. Hvað næst, segi ég bara. Ert þú þannig að gaurinn í Smáraliðinni þannig daginn? Nei, sá drullaði bara makka maður. Við nú ekki rætta í þessum þætti, en hvað að frétta hjá svoleiðis mönnum maður? Ég veit það, þetta var hræðilegt. Já, ég ljóta þess að ég held að það sé bara eitthvað veikur. Já, ég vona það. Já, það líka alveg rosalegt bara þegar einhver eins og hann bara, hvort sem hann veikur eða ekki, bara verður sér til skammar hana. Það alveg ótrúlegt hvað margir Íslendingar nýta sér þetta bara eins og klám. Svo finnst mér fannst líka það sem að mér, ánægst að við ætlum að fara að breyta þessum stórskemmtla liðsturluðum staðreyndum í umræðum þetta. Það sem mér fannst fáránlegast var þegar liðið á vinir okkar á DFF, kommentagerinu, voru allir, maður veit ekkert hvað gerist á undan, eins og það komi málinu, eins og skiptir ykkur máli. Já, fyrir utan það. Skiptir einhver máli, þá bara, þú gerir ekki svona. Það komi með svínaflensu, ég veit ekki. Það er ekki þessu klingi maður. Já, höldum áfram með sturlaða staðreyndi því að það er gaman. Já. Í Biblíunni sendir Guð 2 birni til að drepa 42 manns fyrir að gera grína sköllóttum manni. Ég er mjög ánægð með þessa. Þetta þarf ég að fá að skoða betur. Já, ég meina, þetta stóð hérna inn á stjórnlega staðrendum, þannig að ég efast að þeir sé að ljúga þessu, en þetta er mjög skrítið að Guð fara að drepa 42 manns út af einhverju smá stríðni. Það er reynda þannig með sköllótta, Bjössi, nú er ekki að segja bara því ég er sköllóttur. Það er ofta eins og fólk sem þú þekkir ekki eins og það er bara eitthvað með voðalegt skotleif á því að þú sétt sköllóttur, en það í raunin má það ekkert. Þetta er alveg svo, ég myndi aldrei lappa upp á einhverjum og segja bara, ég vil menn feiti maður. Betur finnst þér fólk vera, gera grína þér fyrir að vera sköllóttur? Já, ekkert bara mér, ég á alveg aðra sköllótta vini sem eru til dæmis ekkert enn til í fjölmiðlum eitthvað. Og þeir fá alveg að heyra þú veist að gert grína þeirra sköllótti, þó þeir þekki ekki einu sinni viðkomandi. Ég á alveg sköllótta vini sem er ekkert endilega í fjölmiðlum. Já, Sverrir er í fjölmiðlum, en svo er eins og Styrmi Mongo. Hann er eitt besti vinnu minn og hann er nauða sköllóttur og það er, veist, fólk sem hann þekkir ekkert er alveg að skjóta á hann í hans vinnu, sko. En þú sem sköllóttur maður, horfir mjög mikið á hárið á öðrum mönnum? Nei. Svona... Heldur ég sé eitthvað að hugsa bara, wants it. Nei, ég er að meina meira, sko, eitthvað svona, það er nú byrjað að þinnast á þessum. Jó, ég sé það alveg. Þessi nú komið kollík. Já, það ég tek strax eftir. Og ég vorkenni sumum sem að ég veit hvað að gangi í gegnum. Þetta var mjög erfitt tíðanbíl, ég get alveg viðurkennt það. Ég ætla ekki að fara að opna með þetta mánuði, en það er ekki gaman að lenda í þessu, orðað bara þannig. Herru, það er þriðja. Ríkt fólk í Kína fær á tvífarasinn til þess að sitja í fangelsi fyrir sig. Já, getur ekki bara notað kynlífsstúku og fengið hana til að setja inn í? Svona talandi Kína. Vísun í fyrstu staðreind. Skelvilegu brandari hjá þér, en þetta er samt steikt. Það getur ekki bara tvífarasinn eða ótt nóga pening. Er þetta, en sko, já, ég ætla ekki að segja það sem hvað þyrftur þið fyrir að setja inn í fangilsið fyrir einhvern? Fyrir þig ekki neitt. Ó, takk. Það er næsta, þetta var mjög skemmtilegt. Ég elskar svona dýrastæðarindir. Gírafar sofa bara í 5 mínútur í senn. Herru, ég hef heyrt þetta áður. Þeir eru bara alltaf að leggja sig. Já. Þetta er nefnilega snillt. Já, þetta er magna. Þeir eru nefnilega einhver gáðust dýri heims. Gírafar? Já, það vildi að það fáir, sko. Og þú veist, svín er í þessum flokki líka? Já, svín eru mjög gáðum. Já, þau eru svona, svín er með gáfur á við svona 16 ára mann. Já, ok. 16 til 18 ára. Vá, það er vel gert. Svín ætti að geta kert bíl. Ég veit ekki, ég fór bara til að sjá það fyrir mér. Bara eitthvað svín, bara með svona upp á. Ég sá daginn myndband, það var 100 að kera bíl. Já, ég sé það líka. Já, shit. Já, magna. Herru, ok, gírafar, svo bara í 5 mínútur í senn, mér finnst það virkilega skemmtilega stjórnustæðin. 8% fólks hefur skengt sér með berum höndum og almenningssalerni þegar að vanta pappír. Nei. Já. Og 2% hafa skengt sér með pening við sömu aðstæður.
Býtu, það var könnun sem var gerð í Bandaríkjunum. Ef þú lendir í þessum aðstæðum, getur ekki bara hysjað upp þig og hlaupið heim? Jó, eða bara farið á næsta klósett eða eitthvað. Ég skal alveg viðurkenna, ég flokkast ekki í þessi 8%, ég myndi aldrei fara að skeina mig með höndunum á mér. Nei. Og ég myndi ekki heldur tíma pening, ekki mér að vera með 200-500 gata eitthvað kannski. Það ræðilegt sko. Nei, fjandinn. Hvað myndi maður, þetta samt, hefur þú lent í þessu það? Nei. Eina sem að þú getur kannski réttlega þetta með að þú nærða þú strax að þér hendurna, sko. Ég þekki gaur sko sem lendi að fá magakvæsu á skemmtistað í ekstar í Austur-Evrópu eða ég veit ekki hvað hann var sko. Fóru eitthvað ógeðslegt klósett þar, það var engin pappír og sko maður hefði aldrei myndi taka þá bara, það sem ég myndi gera ef ég væri í þessari stöðu, ég myndi taka nærbuxurnar mínar og svo myndi ég bara henda þeim, skilur. Ég er náttúrulega nærbuxnarlaus. Ok, þá myndi ég bara sleppa þessu. En hann tók... Sleppa hverju? Myndir þú bara gera það og vera með skítin í gallabuxum? Og fara bara heim og fara í sturtu eða eitthvað, skilur. Hann tók einhvern pappír upp úr ruslatunnu sem var þarna. Já, það er ekki gott. Notaðan pappír? Já, það er eiginlega ekkert gott, það er ekki til góð ákvörðun. Nei. Herru, höldum áfram. Ástralía er eina heimsálfan sem er ekki með virt eldfjall. Sturlu staðarind. Crazy. Árið 2000 voru 4 raunveruleika þættir í bandarísku sjónvarpi, en árið 2010 voru orðnir 400. Jesus. Já. Og hver öðrum verri. Já. Fyrir utan, Idol X-Factor, og finnst mér þetta all lélegt eða. Já, þeir eru allavega margir vondir. Systir mín reynda dyrkar Amazing Race, Hugi líka. Þú samt dyrkar Kardashians, eða ekki? Nei, mest að viðbyður. Já, mér líka. Samt ég horfði stundum á það. Herru, það eru 3 ár eftir. Jedi er flokkaður sem trúarflokkur í Ástralíu og er með yfir 70.000 fylgjendur. Það getur trúað á Jedis. Já. 2 eftir. Robert Downey Jr. byrjaði að reykja marihuana þegar hann var 6 ára. Það er litið uppeltið maður. Já, hann er flottur. Já, hann var komin í the gutter, sko. Hann var bara komin í ræsið. En 6 ára gamall. Já. Marihuana. Ég set spurningamerkið þessar aðstæður sem hann ólst upp við. Já, þetta er ekki foreldrar ásins, það er nokkuð ljóst. Já. Og svo er það síðasta, kóngulær hræðast sítrónur. Þannig ef það er mikið að kóngulum í kringum ykkur, bara farið að dreifa sítrónum. Já. Það voru sturlaða staðreyndir. Hvernig fannst þér þetta? Mér fannst það nokkuð sturlaðar og góðar. Mér fannst það bara mjög góð þegar ég segi sjálfur frá. Já. Hvað fannst þér skemmtilegast? Gírafarnir. Já, mér líka. Sveimi þá. Svo finnst mér þetta líka merkilegt með, í biblíunni að hann sendir Guð 2 bitni til að drepa 42 mann sem gerði grín á sköllóttum manni. Við þurfum að fræðast betur þann punkt. Þetta er Alex Clare hér með Too Close. Steytist hér í barnalandi hjá okkur strákanum og jólalagakeppnina. Já. Þú hefur hafnað að hefna þar. Það er rétt, ég er mjög, það var svo erfitt síðast. Ég reyndar með rosalegt jólalag núna, þannig að þetta verður erfitt fyrir þið aftur. Hversu rosalegt er það? Já, ég held svona bara, ég þekki mína hlustendur, ég held að hlustendur verði gríðarlega ánægðir með það og kjósi mig. Ég held að hafi unni gegn mér síðast að ég var svona að reyna að höfða til einhverja svona, þú veist. Höfða til? Varst ekki bara að spila þitt upp á þessu jólalag? Nei, ég var svona eitthvað, þú veist, tala þá sem ætti sorta binda og eitthvað svona. Já, varst að reyna að taka Hjöppa-taktíkinu á þetta, sem er skelvileg. Þú líka svo leiðisvinn. Talandi um Hjöppa, þá er hann mættur hérna næsta fimmtudag til 2 jagna frí. Hann er búinn í prófum á fimmtudaginn, strákurinn, þannig að hann kemur hér grjótharður aftur inn. Já. Gaman að því. Búinn að heyra á honum hann niður í HR, hann sé bara að gera mjög góða hluti, sko. Nú er það málið. Já, hann er náttúrulega big man on campus. Já. Hann er svolítið, sko, komin aftur on campus. Já, hann er skólastrákur. Já. Og sem er bara gott og blessað. En ég átti að láta vita að það var auglýsing hér á loftinu áðan að Jet Black Joe væri að spila á morgun á Hamborgarfabrikunni, en það er vist búið að fresta þeim jólatólningum, þannig að þeir eru ekki á morgun eins og var sagt hér áðan í auglýsingunni. Það er einhver smá frestun, en spila kannski aðna einhvern tímann fyrir jól, ég veit ekki, ég var alltaf virkilega til að sjá þá. Já, það er flott tónleikadagskrá þar. Já, á fabrikunni, að gera að skoða það, en þeir eru allavega ekki á morgun, við áttum að koma því til skila. Ég er að lesa þetta, hann er að fara í ævilangt bann, gaurinn sem hann heitir Matthew Scott og er 21 árs gamall, stuðningsmaður Manchester City, sem réðst inn á völlinu og ætlaði að fara í Rio Ferdinand. Já, þvílíkur snillingur. Hann færi ekki að fara á fleiri leiki með City. Spæði, hann er bara búin að eyðileggja fyrir sig, hann er með season ticket, það er búin að taka á af hún. Já, hvað ætla hann að gera líka? Þú veist, ég get orðið ég verð geðbilaður á því að horfa á svona leiki. En hvað, hlaupin á völlinu og hvað? Ráðast á hann? Berja hann eða? Hann voru bara að vera okkur með eitilöfum, held ég. Þessi menn, hann var ekkert að fá sér bara eitthvað 2-3 bjóra fyrir leikin, sko. Nei.
einhver húi þarna eins og fíblu eitthvað. En allavega búin að velja sér til skammar og er komin í bann. Gott á hann. Já. Jólin að koma, jólunum gaman. Jólin hátíð, smattir eiga saman. Tónlist, gagnamagn, plata til niðurhals og snjalltækjanámskeið fylgir völdum snjallsímum. Þín ánægja okkar markmið. Vodafone. Það enn meira gaman að dæla á N1 í desember. Tvöfaldir N1 punktar af öllu eldsneyti. Spennandi tilboð og hver jólasveinn dregur út einn heppinn viðskiptavinn og gefur honum 20.000 punkta inneign. Ho og aftur ó. N1. Meiri jól í leiðinni. Jólagleðin á Wilsons Pizza. Allar pizzur á matseðli og aðeins 1390 kall fram á jólum. Wilsons Pizza, sími 581 1515. FM 95 blöð. Á FM 95. Þú færð brakandi gott Nóa-kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-kropp. Brakandi snilld. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Nú hátíð í bæ. Jól á FM. Njóttu Coca-Cola með þeim sem þú elskar. Coca-Cola með þér jólin. Kæru hlustendur, það eru jólin, baby. Þið viti hvað tímið það er. Hanna hér með Where Have You Been og það er undan eitt harðasta jólalag sem finnst hér á klaganum, jólin. Já. Talandi jólalög þá komið að jólalagakeppni okkar Bjössa. Við erum að keppa hér í jólalagakeppni fram að jólum og það er 1-0 fyrir blöð. Ég vann þig síðasta mánudag. Já. Þar sem ég var með lagið Ef ég nenni og þú varst með Sölu Björgvins. Já. En ég er komið, hvor okkar byrjaði síðast, hvort viltu vera undan eða eftir og þetta er ekki flóknar reglur, við spilum hér 1,5 mínútu úr okkar uppáhalds jólalögum og svo hringið þið 511-0957, fyrst upp í 5 atkvæði vinnur. Þú mútur undan. Var ég ekki undan síðast? Jú, viltu að ég sé undan? Já, ok. Viltu að þú sé undan núna? Ok. Mér finnst þægilega að vera með seinna lagið til að svona ná að setja það inn í fólki. Já, einmitt. Ég hef engar ágjör af því að ég er með svo sterkt jólalag núna að leið og fólk heyri það. No. Þá kennst það í svo gott skap. Ok, ég er enda með Killer Song líka sko. Ég veit hvað lag þú ert með og það er algjör þunglindis drulla. Roller, try to keep the gloves up. Kynntu bara einn þitt lag. Herru, ég ætla bara að spila eitt skemmtilega, eða bara mjög líklega, eitt allra skemmtilegasta jólalag sem hefur verið samið. Þetta kemur öllum í jólaskap og ef þið eru komin í jólaskap þá kemur þetta ykkur í brjálað jólaskap og þeir sem eru ekki komin í jólaskap þið komist í jólaskap við að heyra þetta frábæri jólalag Shakin' Stevens, Merry Christmas everyone. Þetta er, ok. Þetta er rándýrt og æðislegt jólalag, hlustið á þetta. Snjókótt falla. Það er svona eins og sett 50 að velja þetta lag sko. Ertu bílaður? Veistu hvað þetta er skemmtilegt og hrest lag? Þetta er svona eins og að pappi myndi setja þetta á sko, neða, 30 sekundur eftir. Það er komið, 90 sekundur. Þetta er ógeðslega skemmtilegt lag. Jólalagakeppnin okkar hérna. Það var svo hressaði að heyra það. Þetta er sem sagt Shakin' Stevens með hvað? Merry Christmas. Everyone. Sveimið það, þetta lag er ekki bara betra á íslensku sko. Einnig þekkt sem Snjókótt falla, líka frábært sem Snjókótt falla með Ladda. Já, en þetta er sko, ég er að myndbandið og allt án grínspjörs, þetta er svona eins og eitthvað sem pappi hefði valið sko. Já, auðvitað er bara allt hræðilegt ef að þú veist, það er orðið eldri en 10 ára. Nei, ég er bara að segja, ég hefði haldið þú myndi koma með eitthvað svona flottar og ekki vera svona mikið FM, skilur. Það er allt í lagi þó að hlutinni verið gamlir, þeir geta líka verið góðir. Já, ég er hundgamall og góður strákur, en ég hef alltaf sagt það líka, þess vegna finnst mér skrítið og skuli gagnrýna þetta frábæra lag bara á þeim rökum þessi gamalt. Nei, alls ekki, mér finnst þetta skrítið val, það er eina sem ég sagði, þú ert í rosalegri vörðindabjörn. Nei, ok, ég meina sjáum bara hvað þú ert með. Og sjáum líka svo bara hvað hlustendur segja. Okay. Það er komið að mínu jólalagi, ég ætla bara að kynna inn eitt af mínum uppáhalds.
Stórkostleg hljómsveit sem heitir Smashing Pumpkins. Þetta er rista hausinn. Bara ég er svo gáttar yfir hvað setur slaft lagi að keppa á móti mínu frábæra á hressa jólalagi. Ég skal lofa þér, ég vinn þetta að hlusta á þetta er geggja. Þetta er mitt framlag hér í jólalagakeppninni. Smashing Pumpkins, Christmas Time, Billy Corgan og félagar. En þetta er í ykkar höndum, við Björns erum ekki sammála hér, en þá er bara að hvað hlustendur segja og hvorum þeim þeir eru sammála. Skulum opna Ég held að hlustendur séu komnir í jólaskap. 511 Vil ég heyra gott á hrest jólalag? Ég var með topp jólalag. Það kennst ekki inn í jólaskap að þið heyra það? Jú, dræði. Herru, sjáum hvað hlustendur segja. FN9 fyrir blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvort lagi fannst þér flottara? Sko, mín skoðun er að fínt lag svo Voldauðun, en Björn Bragi fær mitt atkvæði. Hvað segirðu? Björn Bragi fær mitt atkvæði. Takk fyrir kærlega og gleðileg jól, kæri vinnur. Já, sömulegis. Já, gleðileg jól. Já, bless. Þessi var komin í jólaskap. Já, það er ég líka. Og hann valdi gott og hrest jólalag. Einmitt. Ég held að þjóðin er komin í stuð. Halló. Halló. Hvort lagi fannst þér flottara? Smashing Pumpkins. Já, sjálfsögðu. Kom ekki dæmdi greina. Nei, finnst það ekki flott jólalag? Jú. Já. En hvernig fannst þér jólalagi hans Björsa? Gamalt. Já. Og er það neikvætt? Nei, alls ekki. Við erum bara sammála hérna. Hvað heitir þau? Ég heit Úrsula. Hvað segirðu? Úrsula. Takk hérlega fyrir að hringja og bara gleðileg jól. Sömulegis. Ok, staðan 1-1, ég er búinn að jafna, það er 511-0957, hvort jólalagi fannst ég betra? Það er honum Björsa. Það er Björsi. Takk fyrir. Ok. Jólalegu ætti að vera hressandi og... Nákvæmlega, og með hristunni líka sem er í Shakin' Stevens læginu, sko. þá hún alveg ómissandi í jólalögin. Með hristunni? Já, þess er jólaskapi. Gleðileg jól. Já, gleðileg jól samt. Ok, það er 2-1, Björnsson komið fórustu aftur, FM95 blögg, hver fær þitt atkvæði? Já. Hæ? Hann Bjössi. Bjössi, nei, takk, vinur. maður. Já, minnsta mál, gleðileg jól. Gleðileg jól. Er þetta ekki Smashing Pumpkins, maður? Nei, þetta er róligt fyrir mig. Já, þetta er Shakin' Stevens, maður, ég heyri það. Lög eru of gömul. Nákvæmlega. Það er þetta alveg horrið eftir, ég er sammála því. Já. Takk fyrir að ringja. Minnsta mál. Ok, það er 3-1, ég þarf að fara að sækja inn atkvæði hér, Smashing Pumpkins, Christmas Time, hvað segir þú? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan daginn. Herru, ég gef eiginlega bara auðvitað, sko. Þarna, þekkið þig. Býttu nú við, af hverju? Það er flottur að laga. Já, eiginlega. Þó að þú sért þetta mínum uppáhaldskvöld, Takk. þá fær auðvitað klárlega atkvæði. Ok. Já, sko, þú fengið stefnumótið en ég fekk atkvæði. Já, nú getur þú að hlusta á þetta lag menn ég er á stefnumótinu. Herru, takk fyrir að ringja. Já, takk. Ok, það er 3-2, spenni í þessu, hvort lagið fær þitt atkvæði? Herði, ég held með gamla kallinum. Mér það. Christmas Time. Handskotir. Ég var alveg til að taka með gamla kallin átta til að fá stíði. Gamla laginu, eða ekki? Ég náðu að gera ykkur báða ána, eða? Jú. Það er alveg að skella á þá hefur ekkert vitað hver fengi atkvæði, sko. Gamli kallin. Ég voru að tala um þetta á hann, aldur og svona, sko. Já, ég veit það. Bjössi er svo ungur og fallegur með þykkt og gott hár. Men takk fyrir að ringja og takk fyrir að gefa mér ekki neitt. Ég gæði þakkaði. Það er reyndar. Bye. 4-2, Bjössi, þú getur tritt að sigur og jafna þetta. Já. FM95 blögg, góðan daginn. Já, góðan daginn. Herðu, ég segi auði. Anna, 4-3. Það er ennþá spenni í þessu. Þetta er svolítið stelpur á móti strákum. Stelpunar kjósa þitt lag, strákunar hafa kjósa mitt lag. Já, ég hefði haldið að vera öðru í þessu. Já. En takk hérlega fyrir að ringja. Já, ekkert nóg. Og gleðileg jól, ertu komin í jólaskap? Svona, ég er þetta í það. Já, sér bá ég. Þú ert að hlusta aðeins meira og hana Merry Christmas Everyone með Shakin' Stevens. Þá dettur það alveg inn, jólaskapið. Já, ok. Já. Herru, takk, bye. Já, bye. Herru, 4-3, ég get jafnað þetta. FM95 blöð, Smashing Pumpkins eða gamli kallinn? Það er B.B. King. Yes! Djúvöld er ég ánaði með þig. Ég held ég var að komast inn í þetta. Takk fyrir, maður. Herru, hvað heitir þú? Ég heiti Sigurður. Sigurður, ertu komin í jólaskap? Já. Ertu ekki að fíla þetta lag líka? Merry Christmas Everyone. Klárlega. Hitt var bara svona ekki þunglindis stæla, maður. Já, ég get sagt ykkur eitt strákar. Einu sinni var ég á bjórkvöldi þegar ég var í menntaskóla. Það var svona jólabjórkvöld og ég var svona búinn að fá mér aðeins svo mikið og ég fór út í bíl. Svona eins og gerist. Og lagðist þar og setti á Merry Christmas Everyone bara á repeat og sofnaði þar.
Ok. Ég fíla þetta lag svona mikið, sko. Ég skil þig. Herðu, takk hjá fyrir að ríkja, Sigurður. Takk fyrir þetta, gleðileg jól. Já, gleðileg jól, bye. Til hamingju með Sigurinn, Bjössi. Jöfnveldir jánaði maður, það er svo gaman að vinna þig líka. Já, það er 1-1, ég teki þetta í næstu viku, en... Við tökum sér innkomi að tala þetta eftir. Ákvörðu. Við þurfum aðeins að fara yfir þetta, við þurfum að greina leikinn, fá Gumma Ben og einhverja svona til að greina þetta, hvernig það fór. Þetta er Þórunn Antonía hér með sitt nýjasta lag. Dagatal FM 957. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 4 sinnum á dag. Opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Body Shop, gjöf sem gleður, gjafabréf frá Topshop Kringlunni og Smáralind, gjafabréf frá Hljóðfærahúsinu, skemmtispilið Skrýpó frá höfundum Bimblebumps og gjafabréf frá Kringlunni þar sem þú færð allar jólagjafirnar á einum stað. Allir vinningshafar fá einnig kippu af Egils malt og appelsíni og pippmóla frá Nóa Sirius. Skráðu þig strax á heimasíðu FM 957, hlustaðu eftir orði dagsins á FM og við gætum hringt í þig. FM 957, gleðileg jól. FM 957 kynnir DFD disk vikunar. Þriðja þáttaröðin af steindanum okkar er komin út á DFD. Ef þú vilt kýtla hláturtöðunar, fylgstu þá vel með á FM 957. Ég dansa það af mér. Alla vikuna kynnum við diskin og þú gætir næstir í eintak af þessari frábæru serju af steindanum okkar. Hreint vatn gerir kraftaverk. Með hreinu vatni gefur þið betri heilsu, menntun og bjarta framtíð. Greiðum valgreiðslu í heimabanka. Hjálparstarf kirkjunar. Kláraðu dæmið hjá okkur í desember. RC-kóla 149 krónur, Egils Orka 149 krónur, Trópi 330 ml 149 krónur, Græna kakan 299 krónur, 10-11, fljótlegt og þægilegt. Safnaðu 5 ljómandi strikamerkjum. Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. Enn eflist fríðindakerfið Stöð 2 Vild. Nú hefur efnalögin Björg í Mjóttinni bæst í hóp þeirra fyrirtækja sem bjóða veglegan afslátt til áskrifanda í Stöð 2 Vild. Veittur er 20% afsláttur af allri þjónustu hjá efnalöginni Björg í Mjóttinni. Nánar sérkjör til Vildar áskrifanda á stöð2.is. Stöð 2 Vild er snillt. FM 95 blöð. Á FM 957. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóakropp? Nóakropp, brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Við sittum hér Rauti og Bjössi og gerum það til 6 í dag. Ég óskar aftur til hamingju með Sigurinn þaðan, Bjössi. Máttu hann alveg. Takk fyrir. Það er kannski ekki skilið en... Jú, klálega. Ég er að fagna með því að bora langlöku í það. Já, þetta lag samt þitt var skrítið val en þú vannst engu að síður og ég get ekkert verið að... Ef ég fyrir mig Sigur á hólmi, þá lítur þetta að vera rétt liðstöpstilík. Jú, ég er enda treystir hlustendum og þau voru vist sammála þér að þessu sinni. Já, þau eru frábæri hlustendur sem eigum. Já, ég er sammála því. Þau eru öll yndisleg. Elskaðu öll. Líka þau sem kursuð þitt lag. Ég elska þau líka. Já, hvað er ekki læg með því? Þú ert ekki mikið ammælisbarn og þú ert jólabarnið, ekki? Jó, ég er svolítið jólabarn, sko. Já, varstu svona þegar jólin, lendur einhvern veginn í rifrildi, hvað eru systkini í gömul? Þau eru alveg nokkrum árum eldri en ég, sko. Nó, ok, og hvað áttu mörg systkini? Það eru 2 eldri systur. 2 eldri systur? Já. Já, ok, og alveg 6-7 árum eldri? Já. Ok. Við slóumst oft heiftar á aðfangadag. Alltaf jólin. En þú lendir aldrei í svona rifrildi hvort þú ættir að lesa pakkana eða rétta? Sko, ég var náttúrulega frekt barn, sko, en þær voru orðnar alveg nóg gamlar til þess að leiða mér bara að vera eitthvað frekur, sko. Já, ok. Þannig að, ég held að það veri bara svona mikil, þú veist, nei, ég held að það veri bara góð stemming á aðfangadag, sko. Já, ég vildi nefnilega byrja að lesa á pakkanu, leiðu ég gæti lesið, sko. Já. En eldri systir mér Maja vildi það náttúrulega líka. Já. Skilja góð að lesa hann, ég var svona meiri að rétta til að byrja með. Rétta pakkana. Maja, ég hef hitt hana, hún er góð að lesa. Já. Maja systir er frábær að lesa. Já. Og ég var mjög góður að rétta pakkana á sinni tíma. Já.
Nema það var einu sinni í Svíþjóð sem að Frekja náði gjörsamlega öllum tökum að mér. Já. Og ég hef alveg sagt áður hér í þessum þætti og ég öðrum fjölmiðlum að ég var mjög freku krakki. Já. Og eiginlega bróðþolandi, sko. Já. Þá mátti ég ekki lesa pakkana, það var í Svíþjóð. Af því að, sko, það átti að gefa mér Gameboy. Já. Ég var að fá Gameboy í jólagjöf, en ég vissi það náttúrulega ekki. Já. Og mamma og pappi voru svo hræddu það að fyrir mér að fá Gameboy þessum tíma var rosalegt. Við sko áttum engan pening og ég held ég myndi aldrei fá Gameboy. Já. Við áttum bara svona, ekki að þetta var engin, ég fekk alveg föt og svona, en það var alltaf bara, við borðum svona pulsu, sænska pulsu 3 ári í viku. Já. Og það var alltaf pulsar, þetta var bara svona leitin að pulsunni, þetta var svo mikið hrísgrjónum og svona. Já. Við vorum bara í smá fjárhagsvandræðum á þessum tíma. Ok. Og þannig ég bjóst aldrei við að fá Gameboyin. Já. Þannig að þau voru búin svona að gefa Frekjunni, að krakkanum, Gameboy. Og ég mátti ekki lesa á pakkana því að þú veist svo hrættum ég myndi taka hann á undan að leikja, að taka leiki undan hann því að við líka 2 leiki frá Valla frænda og frá systurum mínum. Þannig ég mátti náttúrulega ekki sjá leikinn fyrst og svo Gameboyin. Þannig það átti svona að vera síðustu 3 gjafirnar. Ég fór ekki í þessa litlu fílu, maður. Raukinn í herbyggi og bara ekkert að vera með þessi jólin. Kom svo aftur fram, bara ég veist mamma búin að öskra á mig, þú verður ekkert í herbyggi, það eru jól og eitthvað. Ég kom aftur fram og satt í sófánum með þvílíka skeifu, bara svona, í fílu, og opnaði alltaf pakkana og ok, fekk einhverja peysur, frábært. Svo þegar ég fekk Gameboyin, þá var ég að reyna að vera ennþá í fílu og, ég gat það ekki, ég var svo ánægður með að gjöfina. Mikið varstu gott barn og. Ég gat ekki haldið fílunu þó mér langaði og ég mun aldrei gleyma þessu momenti. Þetta var bara fyrir 3 árum, eða ekki? Jú, þetta er semst að, þetta er 2008, hvernig læti ég. Það var mikið rifrildi á mér að fá að lesa á pakkana. En þú ert orðinn þakkláttur í dag? Já, Jesús, þetta er eins og ég hef alltaf sagt, ég launaði mömmu þessum úrlingur, ég var fínn úrlingur. Já, ég skil. Skellulega krakki, sko. Já, það er fínt að gera það þannig. Hún þurfti aldrei að hafa neinar áhyggjur af mér, ég var ekkert eitthvað fullur neins þar en þannig, sko. Nei. Þannig að hún fekk svona launa þar, skvísan. Barnaland hér eftir smástund, Ed Sheeran fyrst. Með Ed Sheeran, hér að hlusta á FM 95 Blö og það er komið að dagskrárliðnum Barnalandi, eða Land of the Children. Já, það er rétt. Og umsjónamaður þar er engin annar en Björn Bragi Arnarsson. Sigurður H. Richter. Já, hvað ertu með handa okkur í dag, Bjössi? Heyrðu, ég er með Barnaland. Já, ég vissi það, en hvað í Barnalandinu? Heyrðu, ég ætla bara að dempa þessu yfir þig. Já, hit me, eins og maður segir í Blackjack. Ég er að kasta upp hérna á þessu langlóku sem ég var að reyta. Ég átt svo hratt. Það er fáið sem geta meira en þú. Ég veit það. Þú ert alltaf getandi. Ég veit það, ég er með svo ræða brennslu. Ég þarf að stöðut að vera að fóra á vélina. Já, heppinn. Herru, Dorat, þetta er svolítið skemmtilegt. Já. Gras í póka. Já, hann heitir Dorat. Hann heitir Torat. Torat inn á Barnalandi, já. Já. Gras í póka, það er fyrirsögnin. Ok. Er gras í póka einhvern tíma blautt? Getur það verið eitthvað annað en gras ef maður sér jurt sem lítur út fyrir að vera blautt eins og nýbúið að merja hana í litlum plastpoka. Og hérna Turd Ferguson svarar, nei, nú hringi ég á lögregluna. Hvað umræða er þetta maður? Býtu, sem er fínt svar, sko. Og einhver skrifar, gæti verið krydd, hvar fannstu þetta? Og svo, ég myndi ef kringumstæður byðu upp á nokkurn vafa, hringja í lögguna og byðja álit. Frábær beðni þannig til lögunar. En Torat svarar, ég sá þetta á stað þar sem ég var í heimsókn, sá eitthvað á gólfinu og tók það upp og henti á bekkinn, leit snöggt á þetta og pældi svo ekkert í því fyrir en ég kom heim. Þú veist, hefur fólk ekkert að gera tímar sem það? Æ, ég veit það ekki. Já, hún greinlega heldur að þetta sé cannabis, er ekki? Hún er að tala um það. Mér heyrist það svona. Já, fyrst var ég ekki alveg í vafa, sko. Nei. Fyrst var ekki alveg að fatta sig. En hérna... Hún bara tók þetta upp, hendi sig og svo bara hún kom heim bara, herðu, hvað var þetta hérna? Já. Þá fór hún að pæla. Og þá er fólk að ráðleikinni að ringja nú bara á lögguna. En hún vinsast fyrir þennan húsanáta sem hún var hjá að fá lögguna. Já, svo ef þetta er ekki eins og neitt. Nei, menn þetta hljóma nú ekki eitthvað eins og kannabisefni, sko. Nei. Heyrðu allavega, þetta var bara svona létt og skemmtilegt. Já, ég fylgði þetta er gott. Þetta fannst mér svolítið skemmtilegt líka. Pirringur, sko, allt með kapslokk. Pirringur ásins, 2 upprópunarverki.
mikið væri fínt ef fólk væri ekki í sífellu að halda að allar tölvur sem eru spjöld séu iPad og spyrja hvað kostar iPad þegar bara að leita einhverju spjaldóti. Takk fyrir. Þetta pirringur ársins. Að fólk tali iPad ef það á við einhverja spjaldtölu sem ekki iPad. Það eitthvað sem segir með þessi stelpa ég ekki iPad sjálf. Sko, sem þetta með pirring ásins. Ef þetta væri það sem pirraði mig mest í lífinu, þá væri ég líklega hamingjusamasti maður í heimi. Þá hefur það bara helviti gott. Já, ef ég hefði ekki til þess að pirra mig við meira en þetta. Já. Þetta var svolítið skemmtilegt. Jói Fel borðar köku í sjónvarpinu. Það er Sardína sem er þennan þráð. Það er fyrirsögnin. Já. Og stynur svo svakaði að ég fer alveg hjá mér. Það er nokkuð ljóst að maður verður að prófa þessa köku því ég hef alltaf upplifað aðra eins unað sælu í gegnum sjónvarp. Svo kemur hérna einhver leiðindapúki. Mér finnst maðurinn svo hrikalega ósexy að ég held ég myndi bara fá hroll og fílukall. En þá segir Sardína, ósexy eða ekki, þá stynur hann svo svakalega þegar hann er að smakka að þátturinn hans ætti að vera bannaður innan 16. Þetta er bara pjúra klám. Hún hefur bara æsast þarna við þetta, vinkonan. Já, ég hef ekki séð hennan þátt, sko. Nei, ég horfi nú stundum á félarann, sko. Já. Hann er grjótharður hann. Já, hann grjótharður að stynja. Er þetta hvað? Maður er kannski að fara að tjekka á sig. Er hann með einhverjar óeðlulega stunur þannig að hann éta þessar kökur, eða? Ég veit ekki, sko. En náttúrulega hann kann að baka, kallinn, sko. Þannig að það er alveg eðlilegt að stynja þess. Samt þegar þú ferði köku, þetta er aldrei neitt meira en eitthvað svona. Hvað ertu bara? Já, ef þetta er góð kaka. Stynur þú svona? Já, ég styn. Þú heyrðir í mig þegar þú var að éta hérna langlokun á það. En stynur þú hátt? Já, mjög hátt, sko. Okay. Öskra svolítið þegar ég borða. Okay. Svona, þú veist. Já, ég ætla ekki að segja meira. Herru, hérna, börn í fyrsta bekk með síma. Það er Brúða sem spyr. Það er alveg ótrúlegt hvað drengurinn minn vælir að fá síma. Hann er í fyrsta bekk og mér dettur ekki til hugar að gefa honum síma strax. Enda sé ég ekki hvað hann ætti að nota hann í. Þekkið þið mörg börn í fyrsta bekk sem eiga síma? Þú veist, 6 ára krakkar með farsíma. Það er enda steikt. Er það ekki sturlað? Jó. Ég er bara, þú veist, vildi bara fá hluta. Já, við erum sammála enn hana. Já, við erum sammála. Já. Hvenær finnst þér að krakkar eiga að fá síma? 7 ára. 20? Nei, strax á eftir. 20? Nei, 25? Þetta er fínt eða þau eru til dæmis bara þetta ná, ég er ekki bara 12 ára, 13 ára kannski. Ég heldur séu samt komið síma miklu fyrr, sko. Er það? Já, ég heldur séu að detti síman svona 9-10 ára, sko. Já, allavega ekki fyrsta bekk, ekki 6 ára með gemsa, það er bara eitthvað rangt, maður. Ég líka bara, mér hefði bara finnst óþægilegt þegar ég var svona, bara barn að vera með eitthvað svona dýrt alltaf á mér, sko, þú veist, maður tínur þessu bara. Já, fyrir utan það. Herðu, svo hérna, þetta fannst mér svolítið skemmtilegt, sko. Veist, af því að það eru nú flest allir með Facebook. Já. Svo er hérna greinilega sumir sem eru mikið að velta þið fyrir sér hvort þeir eiga að fá sér Facebook. Á einu barnalandinu. Já, bara greinilega, örgulega víðar. Og það er Hamarius sem spyr. Ég er forvitin þráðurinn heitir Facebook, borgar það sig. Ég er forvitin hvort að þeir sem hafa skráð sig á Facebook sjáu einhvern tíman eftir því að einhverju leiti eða hvort að í raun og veru hafi borgað sig fyrir einhverja skráð sig á þennan samfélagsvef. Þá meina ég annarkvort bætt við eða dregið úr lífshamingju smátt og smátt eða í stærri bitum. Hefur það verið tímans virði? Er fólk í betra sambandi við til dæmis fjölskyldu heldur en annars væri? Hefur þetta stofnað til samskipta sem er þeim meira til bóta en ekki? Ég hef verið að velta þessu fyrir mér í nokkur ár hvort ég ætti að skrá mig þarna eður ei. En standa alltaf á þessum spurningum er ávallt koma þegar grasið virðist grænna hinum einn við gyðinguna sem ég efast en glansmyndin sem er dregin upp að þessu grípur augum hans. Hvað skal gera eða ekki gera? Hvað á að vera eða ekki vera? Þetta er eitthvað smá pælingar maður yfir einu Facebook. Og svarið sem hún fær er já, Facebook er fínt í hófi. En hérna viltu hætta núna? Ég er nefnilega með rúsin í pilsuendanum. Já, hvað er með hana? Ok, það er eitthvað sem ég veit að þú er ránað með. Það er Miss Screamer sem að starta því. Blæðinga update. Ok, ég þori varla að fara að sofa. Í nótt túraði ég í gegnum supersize tappa og dömubindi í bleiustærð á 1,5 klukkutíma og svo aftur á klukkutíma. For real, hvað hef ég gert til að verðskulda þetta? Ég er búinn að geta 4 kassa af jógurtsúkkulaðihúðu frostturkuðu jarðaberunum og ég held ég get ekki mikið meira. Hvers vegna er ekki til vinalína fyrir tjellur og túr? Og Lillian svarar, knús til þín. Og Miss Screamer svarar, takk awesome gælla. Og þá segir The Fruitcake Lady, ég er ekki á túr, na búb búb fruss. Og þá segir Sarabía, ekki ég heldur, en ætti að vera byrjuð. Og þá segir Miss Screamer, bom borom borom bom.
Ég ætla ekki að ræða þetta neitt meir. Við óskum allsins besta bara. Þetta alltaf að gerast á bland.is fyrir þá sem vilja henda sér í umræðina. Já, og þú sem ætla að spáði Facebookið, bara kýla á það maður. Já. FM 957 og Kringlan gleðileg jól. FM 957 og Glaumbar kynna. Próflokapartí FM 957 föstudagskvöldið 14. desember. Í tilefni próflokana ætlum að slá upp heljarinnar partí á skemmtistaðnum Glaumbar Tryggvagötu þetta eina kvöld. Bring the action. Framkoma, MC Gauti, Glasróka og FM-plötusnúðurinn Yngvi Eysteins. Aðgangsseyrir 0 krónur. Það einu sem þú þarft að gera að fylgjast vel með á FM 957 því að við ætlum að setja fólk á gestalista alla vikuna. Fyrstu gestinni fá glaðning frá Finnlandia og dúndrandi tilboð á barnum. Komdu og fagnaðu próflokunum með okkur. FM 957 og Glaumbar. Gleðileg próflok. Jólaljós tals heima hjá þér? Við bjóðum þér aðgang að ljósnetinu á hátíðlegu verði. Jólaljósið mitt ætlar að koma í kvöld. Tal. Svona á samband að vera. Opið allan sólarhringinn í Skeifunni, í Garðabæ, á Eiðistorgi og í Smáralind. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Nýtt í bíó, So Undercover. His witness goes to college and we want you to keep an eye on him. Frá leikstjóra Wattattinson Vegas kemur nýjasta mynd Miley Cyrus. I'm so undercover. Bráðskemmtileg gaman mynd í anda Miss Congeniality. So Undercover. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Það opið í Elko Lindum og Skeifunni til klukkan 10 í kvöld. Elko, einfallega lægra verð. Enn eflist fríðindakerfið Stöð 2 Vild. Nú hefur efnalaun Björg í Mjóttinni bæst í hóp þeirra fyrirtækja sem bjóða veglegan afslátt til áskrifanda í Stöð 2 Vild. Veittur 20% afsláttur af allri þjónustu hjá efnalaunni Björg í Mjóttinni. Nánar sérkjör til Vildar áskrifanda á stöð2.is. Stöð 2 Vild snillt. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Það er rétt og það er komið að netmisnotkunni hér í FM 95 Blö eins og alla mánudag. Já. Búin að fara í barnalandið og þá er komið að netmisnotkunni og það er, starfsmaður FM 957 sem er í netmisnotkunni þennan mánudaginn. Já. Hún er endur hættu með morgunþáttun sinn en er ennþá tónlistastjóri hér og hann heitir Brynjar Már. Já. Brynjar Már. Og ég ætla nú ekki að fara yfir Facebooki hans í dag, heldur Twitterinn hans. Þetta er margt sem hann setur inn á Twitterinn sem hann setur líka inn á Facebooki. Já. Og það fer ekkert á milli mála, ég er nú að followa hann á Twitter, hann Brynjar Már, og það fer ekkert á milli mála, hann er ástofanginn þessa dagana. Ég hef líka tekið því. Já, og heldur betur. Sem er bara fallegt og gaman að því. Ástin er falleg. Það segjuðu, það er bara það sem að gera þetta alltaf svirði. Dræði. Og hann... Það sem vekur athygli fyrst, það er alltaf myndin. Já, myndin hans inn á Twitternum. Já. Já, mjög skrítið. Þurfum við ekki að byrja á henni? Jú, hann liggur einhvern veginn á hvolfi, svona án þess að vera dónalur, það er eins og sé verið að fara niður á hann. Já. Það er það ekki það? Jú, ég veit ekki. Hann liggur þannig einhvern veginn og einhver svona stellingu eins og sé allt í gangi. Já, hann liggur öfugur. Liggur öfugur og maður sér ekki fyrir neðan mittið og nefn að sé að leggja sig, ég veit það ekki. Já. En fínasta mynd, flott jakkaföt og svona. Já. En svo byrjar sko bara núna, síðustu, við tökum bara 3 daga, þá fjallar þetta eiginlega allt bara sko, eins og hérna setur á 9. DS, erum ennþá sofandi, hver tók myndina? Þú ferð inn á myndina, þá er það inn á Instagram, þá var hann ber og ofan með lokuð augun og kærastan hans sofandi á öxlin á honum. Já. Nema það höndin á Brynjar Már er svona eins og hann sé að taka myndina. Já. Það er eini gallinn. Já, hann tók myndina. Já, mér sýnist það. Mér sýnist það að tekið hann sjálfur. Ég skil ekki, ok. Þannig að þau séu ekki sofandi, en bæðið með lokuð augun og ber, þannig að þetta er skemmtilegt. Já. Og svo bara 8. daginn fyrir þetta, þá skrifur hann I'm sexy and I know it. Já. Og það er hárrétt hjá hann, Brynjar Már er mjög sexy. Já, mjög sexy. Og daginn þar og undan, þá var það ekki amalegt að hafa fullan sófa af sætum skvísum. Og þá er það opna maður þá mynd og það er kærastan hans og einhver yngri stelpa. Og einhver yngri stelpa, já. Hún spilar á gítar, kærastan. Já, sýnist það, hún er svona tónlistakona. Já. Og yngri stelpan er eitthvað að vinna í einhverjum síma hana. Vinna í honum, já.
Og svo þar undan þá var Brynjar bara á þessum degi eftir nákvæmlega viku verðum við Anna Kristín Aklipen á leiðinu upp á Leifsstöð þar sem þau eru að fara til Miami að rúnda á mótorhjólum. Já, sæll. Og þar undan í svaran hérna með They say life is a battlefield, I say bring it on, 4 upprópunamerki, I am ready. Já. Hann er til í tuskið. Já, hann er á góðu róli þess að dana. Maður sér það bara á Twitterinn manns. Og sko, ef við vindum okkur örlítið yfir á fésið, hann er rosa duglegur líka að setja hann á fésið, sko. Ok. Það er alveg fullt af myndum og svona, þú veist, ég er búinn að skrolla þetta helling niður og við erum ennþá í desember. Og fólk er mjög virt í svona umræðið á hjá honum, sko. Já, ok. Hvað er verið að segja? Þú veist, hann er með svona status eins og var fyrst núna að átta mig á því hvað teygjur eru virkilega mikilvægar. Nú fer maður að teygja á hverjum degi og svo er það bara dett í split á 9 ári. Já, það er hárið til honum. Teygjur eru mjög mikilvægar í ræktinni, sko. Já, þú veist, þetta er svona eitthvað. En já, svo er hún líka kærastan að gera status og taka hann í, sko. Já, ok, ég er að fara inn á hann. Er þetta ekki newfound love? Jó, þau eru ekki búin að vera lengi saman, held ég. En virkilega hamingjusamur. Maður sá það nú bara á jólahlaðborði 365. Það bara slitnaði ekki sleðið á milli þeirra. Nei. Svona hann á skrín, það var skemmtistagsleikur í gangi þar. Og bara ekkert að því. Ekkert að því. Já. Það er ekkert að því. Fjör og Fróni, er þetta sér dóttir hennar eða eitthvað? Gæti verið. Já, ég ég verð að segja að Twitterin er ekkert voðalega spennandi, sko. Hjá honum? Já. Nei, en hann er með flotta myndir hérna. Hann er flotta mynd, sant? Já. Þetta er komið. Þetta er fínt. Hann er ástfanginn og hefur það gott. Netmisnókurinn búinn? Já, það er eiginlega ekkert annað að gera, sko. Hérna, mjög flott mynd hjá Brynjari Már. There is no elevator to success. You have to take the stairs. Já. Og með bara lengsta stiga sem ég sé þarna, sko. Já. Og svo er eitt leiðilegt við þetta. Hann er eini sem lækar þetta og eini sem kommentar við þetta. Já. Sem betur verið. Það verður smá challenge. En það er eitthvað búið að læka það og það er Heiða prinsessa. Já. Þetta var netmisnotkunin í dag. Svona ágætt. Það var bara að vera að fara hans yfir Twitterinn og Facebooki að Brynjari Már. Talað ást. Nú að vera ástfanginn. Hann er kannski ekki Kaliforníu núna en Brynjar. Miami Love. California Love. Þeir eru múin að vera að hlusta hér á FM 95 Blöð síðan 4 í dag. Björn Bragi er á leiðinu okkur 15, við þurfum að hætta hér 10 mínútum fyrr. Reyndar er ég lagi á leiðinu heim. Já. Er 6 mínútur. Ok. Þannig að basically erum við ekkert að svindla. Við erum bara að hætta þá 4 mínútum fyrr. Eitt hérna, ég er búin að gleyma. Hvernig fór þetta keppnin með jólalagið á hann? Hvernig fór hann áttur? Hérna hjá okkur aðan. Já, við vorum að keppa með eitthvað, hvort er með betra jólalag og hlustinu á hringinn? Jú, það er hár rétt þér. Það er hérna, þú vannst hana 5-3. Já, alveg rétt. En ég er búin að steingleyma hvernig leikinni fór í ensku í gær. Býtu Tottenham þegar voru 1-0 yfir þegar ekki á 90. mínútum á Everton. Býtu ætlar að fara rifið fortíðina. En þeir töpuðu svo þegar. Fólk ekki 2-1. Þeir ekki bara 2 mörk á sig á einhverjum 2 mínútum eða eitthvað. Sem er fáránlegt. Alveg eins og Gúpjerri vor. Þegar United tapaði titlinum eftir að hafa verið meistari á 90. mínútu. En svo í gær á 90. mínútu, það var 2-2 hjá Manchester United og City. Já. En svo vann United. En svo tapaði titlinum. Þannig að mér er alveg saman með einhverju jólalagakeppni hérna. Þú lærið mér ekkert. Þeir tapaði titlinum eftir í vor. Ég er high on life núna. Þeir tapaði titlinum eftir í vor. United? Já. Ekki séns. Viltu veðja? Já. Upp á hvað? Ég er nú ekki vanur að veðja, en ég skal veðja við þig. Ertu ekki vanur að veðja? Nei. Þú bara ert bara gangandi bara hérna... Þú ert einu maðurinn á Íslandi sem er veikar en ég held ég þar að kemur að... Það er bara, ég heyri ekki í þér á virkundegin en maður sé bara hvernig það er. Berbatov og Fulham ekki að fara að taka Newcastle eða... Það er bara svona eina sem ég heyrir. Þú ert að fá senda tölvupóstur á einhverju manni með góðar hugmyndir, sko. Já, herri, ef þú fer að horfa á myndina Silver Linings, Silver Linings, hvað heitir hún? Eitthvað Bullets eða Bookie eða eitthvað. Playbook, Silver Linings Playbook. Ógeðslega skemmtileg mynd, hún er í bíónuna. En Robert De Niro í þeirri mynd er ég eftir 30 ár. Okay. Það er mjög fyndið. Einu svona veðmálamyndir sem ég man eftir, það er Two for the Money með Matthew McConaughey eða Matthew McConaughey. Hún er þetta góð. Hann er grjótarið hann. Al Pacino er líka inni og René Rousseau. Hefur þú séð hana? Nei. Þá var hann á þvílíku rönni, sko. Já. En öll rönn taka enda maður. Já. Trúðu mér. Það er þannig. Hefur þú setið í veka svona Heater? Nei, það endist ekki endalast. Það er bara þannig. En við þökkum kærlega fyrir hlustununa í dag. Við Bjössi kveðjum ykkur hér með Lægin og leiðinni heim sem er geggjað á þessu sinni. Það er líka alveg 6 góða mínútur. Og já, ef ég væri á leiðinni heim núna í bílnum, myrkur, stýttist jólinn og þetta lag kæma, þá myndi ég hækka í botn. Minn og Rikka G, hann er hér rétt og mættur og svo verður við sveppi hérna morgun klukkan 4. Lægin og leiðinni heim er með Metallica og heitir Nothing Else Matters sem að Ég vissi að þú ætlaði að spila þetta. Ég vissi að þú myndi spila þetta. Akkurru?
Bara, þetta er svo fyrirsjónlegur. Nei, þetta hefur aldrei verið lagi á leiðinu heim áður, sko. Jú. Sverða. Allavega einu sinni. Ekki þetta lag, nei. Fínt lag, sant? Já, ég hef verið með þetta lag í flottulega móti Hjöpa, en þetta hefur aldrei verið lagi á leiðinu heim. Ok. Og fyrir mér þetta svona pínu, þú veist, Manchester United vann City í gær, nothing else matters. Af því að þú ert bólurinn holdi klettur. Heyrast á morgun. 957. Þú færð brakandi gott Nóa-kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-kropp. Brakandi snilld. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Þegar óvært í huga mér, ég hefst ekki og vonlaus vafra ég jú þá held ég ástæðan alltaf þú. Tónlistarmaður Sverrir Bergmann af nýjustu plötu sinni Fallið lauf sem á eftir að fara í einhvern jólapakkan. Held að það sé ekki nokkuð spurning. Rikki G tekið við að FM 95 Blöð við hér saman til klukkan 9 í kvöld og það eru nákvæmlega 2 vikur til jóla og er þá ekki alveg grá upplægt að byrja á jólulagi. Frægi duett, þú og ég með þeim Helgu Möller og Jóa Helga. Hátíðarskap eitt af þessum jólalögum sem eru ómissandi yfir hátíðarnar þegar nákvæmlega 2 vikur eru til jóla og er það ekki rétt hjá mér? Er ekki allt opið núna til 10 fram að jólum? Held að það hefði byrjað í dag. Það er alltaf vanið þegar nákvæmlega 2 vikur eru í hátíð ljós og friða. Þá fyrir alltaf að vera opið lengur á kvöldin og svona meira líf á götunum.